Hofsá í Vopnafirði ein af þekktari laxveiðiám landsins. Þessi gullfallega á af mörgum talin ein af bestu fluguveiðiám í heimi og í áratugi hafa veiðimenn sótt hana heim, sömu andlitin ár eftir ár. Hofsá fellur í sjó, austast í botni Vopnafjarðar. Frá efstu draugum árinnar eru 85 km til sjávar. Áin safnar vatni úr ótal þverám, lækjum og vötnum og eru fáar laxveiðiár hér á landi sem teljast til bergvatnsáa með stærra vatnasvæði. Kirkjusetrið Hof, Hofsárdalur og Hofsá eru tengd órjúfanlegum böndum. Í kvöldstillunni, þegar allt rennur saman í eina órjúfanlega heild og náttúran býr sig undir nóttina, notalegt að ganga niður að ósi og heilsa upp á ferðalanga sem komnir eru heim langan veg. Silfraðir, grálúsugir og tilbúnir í slaginn koma þessir aufúsu gestir syndandi inn á ósinn og velta sér á sandgrynningum til að losna við fyrstu lúsina. Svamla í ósnum til að aðlagast ferskvatninu og halda síðan tafalaust upp ána. Þeir sem fara lengst synda 33 km í strikklótu. Það tignarleg sjón að sjá stóra laxagöngu koma á siglingu inn á ósinn. Oft fylgja í kjölfarið þykkar torfur af sjóbleikju og einn sjóbirtingur sem slæðist gjarnan með hópnum. Það gaman að eltast við bleikjuna í Hofsá. Silungasvæðið nær frá Ósi og upp undir miðjan dal. Þetta mikið svæði og býður upp á marga frábæra veiðistaði. Þeir sem veiða við ósinn í fyrsta sinn eiga yfirleitt erfitt með að átta sig á veiðistöðum og láir þeim enginn því þarna breiðir áin úr sér og líkist stórfljóti á flóðinu. Á efri hluta silungasvæðisins eru góðu veiðistaðir sem oft gefa vel af laxi, en besta bleikjuveiðin neðst í ánni þar sem hann gætir flóðs og fjöru 2 km upp með henni að Hofsárbrú. Lítil en pattaraleg bleikja, nýgengin ljósnál, stóðst ekki fluguna sem rennt var fyrir hana. Frægðarsaga Hofsár löngu kunn. Tunguselshylur var einn af uppáhaldsstöðum Karls Bretaprins sem kom í Hofsá á hverju sumri í 6 ár og naut einverunar og glímunnar við laxinn. Óhætt að segja að enginn hefur borið hróður Hofsár víðar. Grundarhornið fallegur og gjöfull hylur ofarlega í dalnum.
Stórgrýttur botninn myndar óteljandi legustaði fyrir laxinn og segja má að þessi langi hylur sé einn veiðistaður frá straumi efst og niður á líknum. Samt bjartsýnin mátulega mikil þegar rennt í Grundarhorni þennan morgun. Voppfisk hitabylgja í nokkra daga ásamt stífum hnúkaþeinum sér það. Áin orðin allt og heit og glampandi sól alla daga frá morgni til kvölds. Hreint ekki besta veiðiveðrið enda öngullinn þar sem hann á alls ekki að vera. Veðrið eitt af því sem veiðimenn spá mikið í. Verður rok eða rigning? Hvernig standa straumar? Áin of heit eða köld? Ekki það að þessi vísindi skipti nokkru máli hvort farið verði veiðitúrin eða ekki. Flestir fara út í hvaða veður sem og sjaldan reynir meira á kunnáttuna en þegar veður farir rysjótt. Ofurlítið hafði brúnin lyfst á veiðimönnum þennan morgun því einstaka skýbólstur sást á himni. Þetta þótti góð sviti og þegar komum við til veiða var himinn nærri því alskýjaður. En hvort skýjafærið gerði útslagið eða ekki, veit enginn. En þarna tók hann loksins laxinn út af steininum. Eftir nokkrar vænar rokur leggst hann í af fullum þunga og sveimar hægt og rólega hylinn. Þessi gefur sig ekki á næstunni. Stundum fara þessir höfðingjar á botninn og liggja þar fastir fyrir og fátt sem haggar þeim. Félagarnir koma mátulega seint til að missa af tökunni og mátulega snemma til að hjálpa til við eftirmálan, gefa góð ráð og aðstoð á annan hátt. Tilvist góðs veiðifélaga flestum veiðimönnum nauðsyn. Áhugamálið tengir þá saman og hvað ætli séu margir veiðimenn sem hafa bölvað einverunni við ána þegar sá stóri tók og slapp. Það þýðir lítið að tala risafiskinn sem fór með alla línuna og eyðilagði hjólið ef enginn til vitnis. Það svona sem maður lætur það. Það þetta mikið eftir í honum. Ekki svona læti, ég vil ekki missa þig. Ég bara með 12 punda geti nefnilega. Joy?
Heldur farið að draga af laxinum. En það liggur fyrir öllum sem veiða á stöng að missa fisk og oft hann í seilingar fjarlæga hann sleppur. En það á ekki við í þetta skipti. Ekki nóg dörr. Hvað giskið á þessi stóð? Æ, kallinn minn. Sérðu hvað hún er? Hún er alveg báði krókarnir alveg á kafi hérna í yfirskottinu á hann. Heyrðu Óskar Már, nú bara næsti maður. Næsti maður. Það verður að taka annan fisk. Nú eru annar fiskur tekinn sko. Annar fiskur. Grýtti sér á tílensilver. Þessi fer í ákveðin uppáhaldssessi á mig núna, hérna frá. Ha, Gulli. Veiðifélaginn Óskar Páll gerir klárt fyrir nokkur kost og að sjálfsögðu skiptir val flugunar miklu máli. Óskar Páll að koma hingað í fyrsta skipti til veiða og það alltaf skemmtileg tilfinning. Ný á, annað umhverfi, aðrar aðstæður, eitthvað nýtt. Flestir Íslendingar gangast við veiðieðlið því sem virðist að vera okkur í blóð borið. Aðrir afneita með öllu veiðimanninum sem Stefán Jónsson fréttamaður, skáld og veiðisnillingur taldi víst að væri innbyggður í genin á öllum. Eitt er víst að veiðimaður sem þarna veiðir gengst við barninu og lætur aðra ættleiða hvali og eftir vill einhvern tíma laxinn. Það líður ekki á löngu þar til lax á. Hann er ekki stór, en sprækur og það stirnir á hann þegar hann veltir sér og brýtur vatnsflötinn. Hofsá hefur boðið nýliðan velkominn á sinn hógværa hátt. Viðureignin er snörp og skömmu síðan landar Óskar Páll nýgengnum grálúsugum smálaxi. Það er svona sem það er gert.
Fossinn og gljúfrin í Fossdal eru kvödd með trega. Tóftir eyðibýlisins ofan við fossinn minna á fólki sem þarna bjó lengst inn í landi og valdi sér samneyti við ána. Gunnar Gunnarsson segir í einu ritverka sinna: Usla þann áin gerði stundum á Bitag og Engjateigum, bónda, bætt hún upp með óbrigðulum laxagöngum og urriða. Frá Fossi haldið niður með ánni og næsti viðkomustaður Laxi. Veiðistaður sem gjarnan geymir stóra fiska og alltaf jafn spennandi að veiða þar. Í þessum stóru straumþungu hyljum hægt að dunda sér lengi og sumir veiðimenn eiga það til að hreyfa sig ekki úr stað allan daginn ef vel veiðist. Eins og áður sagði, Hofsá þekkt sem afburða fluguveiði á. Af öllu þeim fjölmörgu veiðistöðum sem merktir á veiðikort eru aðeins 2 til 3 sem ekki teljast fluguveiðistaðir. Lax hefur tekið silfurlita fluguna og virðist vera vænni markam á hvernig hann tekur á móti. Sögur veiðimanna af stórum fiskum eru jafnmargar og stjörnur himinsins. Suma þeirra gætu skipað heiðursess í ritsafni Barons Munchausen. Veiðisögur eru afþreying og útrás, menn upplifa ævintýrið með vinum og félögum og breytast á gjarna rólegustu menn í fyrsta flokks leikara, þar sem hvert andartak viðureignarinnar sett á svið. Hann gífurlega sterkur þessi lax og hefur í fullu tré við veiðimannum bakkana. Málið að missa hann ekki niður úr hylnum því það reynast oft endalok góðrar viðureignar. Þegar lax tekur stjórn á þennan hátt þurfa menn að hlaupa, klifra, skríða og jafnvel synda og gera það án þess að hika. Og veiðisagan verður til.
Stangaveiðar í Hofsá eiga sér langa sögu og vitað veiðar á stöng og eftir aldamót. Bretar höfðu ána á leigum árabíl og veiða þar enn. Yfirbragð Bretana er sérstakt og þeir sanna eftirminnilega breska íhaldssemi með gömlum bambustöngum og olíubornum hlífðarfötum. Frá Bretunum er komin saga af Urriðafelli-Keinu sem á að liggja í ólgunni neðan við foss og taka með gapandi kjafti við æti því sem áin ber með sér. En það er sama frá hvaða landi veiðimenn koma. Alltaf eru sögur sagðar af stórum og dularfullum fiskum. Óskar Páll kemur til aðstoðar og með öruggum handtökum er laxinn borinn á land. Skemmtilegri viðureign er lokið og menn gleðjast yfir fengnum. Þetta er ekki hægt, þetta er ekki hægt. Þetta er 20 minnur í. Það er ekki brjótt á stekina. Er þetta hægt? Fisklaus 1,5 dagur og svo bara verður allt vitlaust. Hvað gott þið námum hann? Það var búinn. Sérðu hvað flugan er? Ekki verið að hika við að taka hana. Það er kominn tíminn til þess að kveðja Hofsá að sinni. Fengsæl veiðiferð á enda og menn halda á vit nýrra ævintýra.